þannig að núna fyrst að við erum að gera ráð fyrir því að þið vitið ekki jafn mikið og þið séu ekki öll á sama stað, þá eru nokkur hugtök sem við ætlum að fara yfir. Og fyrsta nú bara svona eitthvað klassískt þið eru komin í tölvunarfræði og tölvur telja með 0 og 1. En þetta eitthvað sem aðrir munu fara, aðrir kennarar munu og aðrir kúrsar munu fara yfir. En við munum sem sagt sjá svona nokkru sinnum eitthvað í 10. kerfi, aldrei neitt í 8. kerfinu og aðalega í 16. kerfinu. Og það verður þá aðalega notað til þess að túlka liti í CSS. Það sem litir eru notað sem sagt hex oft á tíðum. En þetta svona, þegar við erum með eitthvað í 10. kerfinu, þá er það oftast túlkað með einhverju svona subskripti. Þannig að þetta leiðin til að túlka, til að reikna það yfir í 10. kerfið. Þannig að þetta allt sem byggir á veldum af 2. Þannig að við margföldum þetta með, þessi biti settur, þannig að þá hann margfaldaður. Sama með hex, þar sem við teljum 0 upp í 9 og svo A, B, C, D, E, F. Þannig að þetta talan 2989 í 10. kerfinu. Þannig að við munum sjá þetta í CSS. Síðan það bitar og bæti. Þannig að biti þetta annarkvort 0 eða 1, af eða á, true eða false og svo framvegis. Og þetta grunneining og svo erum við með bæti sem eru hópur af 8 bitum. Þannig að við munum í raun ræða þetta á einhverjum tímapunkti í kúrsnum. Þá mun ég segja eitthvað, þetta eru svona mörg bitar, svona mörg bæti. Og síðan tengt þessu það er nánar að fara yfir það í kennslubókinni, munurinn á kílóbætum og kibbætum og hvernig í raun munurinn á hvernig það er túlkað í 10. kerfi eða í 10. kerfi. Síðan munum við nota command line tool eða CLI tool, command line interface forrit. Og það eru forrit sem eru í raun algjörlega bara texti, ólíkt grafísku viðmóti, þessu svo vafrinn það sem ég er með það er eitthvað sem ég get smellt á og ég get ítt og ég get slegið eitthvað inn. Þá eru command line interface bara algjörlega texti. Og við skrifum einhverjar skipanir og við keyrum eitthvað forrit og fáum sem einhverja textaniðurstöðu. Og við komumst í þetta með því að nota command á Windows og terminal á Mac eða Linux. Fyrir eftir hvað distro, hvað þetta heitir ef þið eru að keyra Linux. Ef þið eru að keyra Linux, þá gerir ég ráð fyrir því að þið fatti bara sjálf hvað þið eru að gera. En síðan á nýrri útgáfum í Windows, þá er komið mun betri skel. Það er þetta sem þetta er kallað, skel eða shell. Þar sem þið getið fengið ýmsar skipanir sem eru til í öðrum skeljum. Þannig að ég nota ekki terminal á Mac-anum sem ég er að keyra, heldur nota ég iTerm 2 og hérna get ég sett stækkað, þannig að ég get gert ls og þá er það til þess að sjá hvað er í direktorinu sem ég er í núna. Svo get ég gert cd kennsla, ég get kíkt, þá er ég komin inn í það sem ég er með þetta. Svo get ég keyrt ýmis tól og alltaf er þetta að vinna á texta. Þannig að við munum nota þetta seinna, en þið munum sjá mig, ég ætla að stækka núna hérna, þannig að þetta er líklegast stærðin sem ég mun vera að nota. Þannig að ef þetta er óþægilegt fyrir ykkur, þar sem að fólk sér mismunandi hluti mismunandi vel, þá geta alveg verið að við þurfum að skipta á milli. Þannig að láta mig vita ef þetta er eitthvað að trufla. En hérna er ég er ég með forrit sem keyrir upp fyrirlestrana sem eru hérna. Nei, hérna er ég með fyrirlesturinn skrifaðinn í Markdown. Þannig að við vorum hérna. Þannig að ég keyri þetta hérna forrit upp. Þegar ég keyra þessa skipun, og þetta er command line hérna. Ég keyri þetta og ég fæ þetta hér sem opnar vefþjón. Þá sjáum við hérna að hann er að keyra eitthvað og hann er það sem ég er að keyra hér. Þannig við skoðum aðeins eftir hvernig þetta saman virkar. En internetið, það er náttúrulega munur á internetinu og vefnum, en internetið er þetta netkerfi sem tengir þessa 100 miljóna ef ekki 1000 miljóna tölva saman yfir hvað veit mörg net og notar þar TCP/IP og þar fyrir neðan ennþá meira svona low level hluti sem hafa verið farið yfir í netkerfum
En síðan nýta margs konar kerfi internetið og þar með talið vefurinn sem við munum fara yfir, en það eru önnur kerfi líka eins og tölvupóstur eða FTP eða einhver streaming-dót. Þannig að þetta eru mismunandi prótókollar sem að nota internetið. Það sem við munum fókusa á vefurinn. En við munum líka sjá IP-tölur að einhverju leyti og það eru notað til þess að aðgreina og staðsetja tæki sem eru tengd vefnum. Þannig að við getum verið með IPv4 tölur sem svona tölurnar sem maður sér yfirleitt. En það eru 32 bita tölur, myndar úr 4 tölum með punkt á milli. Ókosturinn við það náttúrulega að það voru ekki nema 4,3 billjarðar af þeim og þær kláruðust árið 2011 sem þýðir að við erum í skort ástandi. En svona líta þær út. Þetta til dæmis IP-talan fyrir vefþjón sem keyrir hi.is og þá sjáum við að þetta þessi 4 tölur með punkt á milli. Og þetta náttúrulega allt í tvíundakerfinu, þannig að hver tala hér getur verið frá 0 og upp í 255. Og 250, það náttúrulega eru 256 stafir sem veldi af 2 og tölvunarfræði elskar veldi af 2. Síðan erum við með þess að leysa þetta skort, þá erum við IPv6 tölur, en þær eru myndaðar úr 8 hópum af 4 hextölum sem að geta myndað töluvert fleiri en þessar 4 billjarða. En við ættum ekki að renna út af IPv6 tölum á næstunni, en ókosturinn við það að það líta svona út, sem alltaf töluvert erfiðar að muna, en það eru líka reglur um það hvernig við munum fella þær niður, þannig að þetta er sama talan og á ofan, það sem búið að fella niður eitthvað, þú mátt fella niður 0 og 0 og setja bara 2 punkta á eitthvað svona. En þetta er í notkun og það eru mörg kerfi sem eru farin að nota þetta, en í rauninni í dag eru bæði IPv6 og IPv4 að lifa saman. Vefurinn, eða World Wide Web, aðgengilegur yfir internetið og byggir á vefsíðu sem eiga sér url og eru sóttar yfir HTTP. Og þegar við sækjum einhverja síðu, þá erum við að sækja þær af einhverjum vefþjón sem tölva sem tengd við internetið. Og þessi tölva, hún kann sem sagt HTTP, hún talar HTTP. Afsakið, þannig að þegar ég slæ inn eitthvað url í eitthvað eins og vafran minn, þá fer það í gegnum internetið, finnur þessa tölu út frá nafninu á henni sem þýðist yfir í IP-tölu og vefþjónninn sem þar á bakvið svarar og hann talar HTTP sem prótókollinn og sendir síðan svar tilbaka. Þannig að þessi vefþjónn hefur IP-tölu og yfirleitt eitthvað lénsheiti eða lén eða domain eða domain name, til dæmis hi.is. Þannig að við þurfum ekki að muna þessa IP-tölu og hvað þá heldur IPv6 tölu, heldur skrifum við bara þetta inn og það er kerfi sem heitir DNS, sem stendur fyrir Domain Name System, sem túlkar þetta hostnafnið á þessum host yfir í IP-tölu. Þannig að host og lén, domain, þetta allt sem nota yfir eitthvað hi.is. Síðan höfum við port, sem þá í raun portið sem opið út á internetið og vefþjónn hefur ákveðin opin port og það í raun tengir innan þessar tölvu hvaða ferill eða prósess í tölvunni á að taka við beiðnina þegar hún kemur inn. Þannig að þegar ég opna á tölvunni minni og bið localhost 1948, þá í raun að segja tölva sem localhost, sem tölvan mín, hún á að taka við þessari beiðni og tengja það við forritið og forritið sem keyrir í raun forritið sem var startað hér. Það bændaði sig við port 1948 en út af því að þetta í raun að keyra í svona user space, þetta er ég að gera eitthvað, þetta er ekki tölvan að stjórna, þetta er ekki server sem ég set í rekstur einhvers staðar, þetta er bara ég að keyra fyrir mig. En fyrir þegar þetta er komið í rekstur þá erum við með sér tilgreind port sem eru frá 0 og upp í 1023 og þetta eru 1024 sem aftur veldi af 10, veldi af 2, 10. veldið af 2 og þessi eru frátekin og þar höfum við port 80 sem skilgreint fyrir HTTP, port 443 sem skilgreint fyrir HTTP yfir TLS eða HTTPS sem þá dulkóðuð HTTP samskipti og sem þýðir það að ef ég fer núna og ég gerir hi.is
og ég slægi inn enter hérna, þá fæ ég þetta upp háskólann og út af því að ég hérna á læstu, það þýðir að þetta hérna túlkað yfir port 443, sem þýðir að vefþjónninn sem bakvið hi.is tekur við þessu og túlkar í gegnum port 443 á vélinni. En aftur út af því að ég að vinna hérna minni tölvu, þá verði ég að velja eitthvað port sem utan þessa vel skilgreinda mengis. Það þá hérna 1948, oft nota 3000, 8000, 80, 80, það margar tölur. Og við munum sjá þetta nánar þegar við fyrir að setja upp okkar eigin vefþjóna á tölvunum okkar aðeins seinna. En HTTP stendur fyrir Hypertext Transfer Protocol og við munum skoða það neinar í þriðja fyrirlestrinum. En það þessar samskiptareglur, þessi protokoll sem skilgreinir hvernig þessi kerfi tölva vinna saman fyrir vefinn. URL síðan þessi leið til að staðsetja og skilgreina hvernig við sækjum vefsíður. Þannig að það eins og þetta hér, það eins og hi.is, það eins og hi.is/eitthvað, ugla.hi.is, þetta allt saman URL. Og það samanstanda af nokkrum pörtum, en við höfum sem sagt protokollin sem við erum að tala í, HTTP eða HTTPS, síðan höfum við tvípunkt og //. Tim Berners-Lee sem samdi að bjó til HTTP, hann sér alltaf eftir því að hafa sett þetta inn, en þetta var í raun út af því að önnur kerfi á þeim tíma sem hann var að gera þetta, notuðu þetta. Þetta í raun algjör óþarfi og bara flækir þetta. Síðan fáum við í raun lénið, síðan getum við fengið hérna tvípunkt og tölu til þess að tilgreina hvaða porti við ætlum að tengjast. Síðan fáum við slóð á einhvern resource, oft kallað auðlind eða vefslóð. Og þetta í raun bara eins og folderstruktúr á tölvunum okkar, þannig að þetta getur verið mappa og síðan example.html. Og síðan getum við hugsanlega fengið hérna einhvern svona query-streng sem að tilgreinir þá auka upplýsingar sem á að senda yfir á vefsíðuna. Og síðan að lokum erum við með eitthvað hérna eins og sem að kalla fragment identifier, og þá var þetta hérna sem kallað hash, ég kalla það octothorpe, með 8 arma, og það getur vísað innan ákveðins parts af síðunni. Þannig að ef við förum hérna í þetta hjá mér og við ætlum að skoða eitthvað part hérna, þannig að við getum komið hérna, þannig að hér sjáum við að þetta bara nánari upplýsingar og ég ætla að linka í þetta hér. Þá erum við búin að gera hérna, ég get smelt á þetta og þá fæ ég hérna þetta octothorpe 033. Þannig að ef ég kopía þessa slóð og gera hérna, þá færir vafrinn mig yfir nákvæmlega hérna. Þannig að þá get ég vísað eitthvað nákvæmlega hérna. Já, svo hérna dæmi svona command line tool, þar sem við getum notað hérna ping til þess að athuga hvaða IP-tölu einhver vefur hefur. Og ping gerir það líka, hann tekur tíman á því, hversu lengi pakkaður að fara fram og tilbaka á milli mín og vélarinnar og gefur mér síðan einhverja tölfræði útlistun á því. Þannig að average pingið á milli mín og hi.is þegar þetta var tekið voru 5,2 millisekundur. 5 í ping, sem bara ágætt, örugglega nógu gott fyrir CS, ekki satt. En þetta sem sagt URL og hvernig við í raun tengjumst á milli vafra og vefþjóns. Stundum þá getum við séð URI, en það í raun önnur svona skilgreind leið til þess að túlka þetta, en í nýjum staðli verið að sameina URL og URI saman undir URL. Þetta í raun flókin munurinn á þessu tvennu. En vefsíða sem sagt þessi framendi, eins gott orð og það settur saman með HTML, CSS og JavaScript. Og síðan höfum við í raun flóknari vefsíðu sem hafa þá einhvern bakendahluta, sem þá eitthvað sem útfært á vefþjónunum og við sjáum ekki á framendanum. Og vafrinn sem sagt það sem að nota þetta, leyfir okkur að skoða og njóta vefsins. Og vafrinn síðan það að túlka HTML, CSS og JavaScript og birta það síðan notendunum. Þannig að þegar ég bið þetta hérna, þá vafrinn að senda mér upplýsingar sem eru á einhverju formi hérna. Þetta kóðinn að þessu sem að vafrinn að taka. Hann tekur þetta, túlkar þetta hérna sem HTML-ið, þetta hérna sem CSS-ið sem skilgreint hérna, og JavaScript-ið sem vísað í einhvers staðar hérna fyrir neðan,
sem hérna og birtir síðan vefinn með öllu því í raun allri interactionu, það að ég geti gert þetta hérna, þessar animationir hérna á milli. Þetta allt það sem Vafrið túlkar út frá HTML, CSS og JavaScript. Og þetta það sem Vafrið notar og þetta það sem Vafrið talar. Þannig að allt það sem þið heyrið eitthvað, notaði bara React eða Vue eða jQuery eða eitthvað. Allt það sem þessi tól gera mun á endanum vera sett niður í HTML, CSS og JavaScript. Og það það sem Vafrið túlkar. Þannig að það í raun ekkert annað. Og ef það eitthvað annað, þá það tól sem þið notið sem að síðan túlka þetta yfir í HTML, CSS og JavaScript. Þannig að þið skrifið eitthvað forrit í TypeScript sem svona annað mál dialekt fyrir JavaScript og það síðan túlkað yfir í JavaScript. Það alltaf JavaScript á endanum sem keyrir út forritin, CSS fyrir útlitið og HTML fyrir strúktúrin. Og þetta getur náttúrulega verið mjög flókin forrit sem við erum að útbúa og þau geta birt alls konar efni. Og til þess að þetta í raun virki svona vel á milli þá mismunandi vafra, milli Chrome og Firefox og í símum og í desktopum og sjónvörpum og alls konar, þá í raun staðlar sem skilgreina mjög grundigt hvernig á að birta þetta allt saman. Og í raun við munum skoða þessa staðla og við munum í raun venna út frá þeim og nota, við munum kíkja á þá og hafa þá til hliðsjónar til þess að læra inn á hvernig við búum til vefforrit. En þá aftur, vefforrit, hvað það? Það ekkert svakalega vel skilgreint hugtak. Þú getur sagt að þetta glærusjó hérna sé vefforrit. Þú getur líka sagt að þessi bók hérna sé vefforrit, þó svo að hún sé ekki með neitt í JavaScript. Þannig að það í raun hvar dregur línuna. Það sé JavaScript, hversu mikið JavaScript, hversu mikið interaction. Þetta svona allt á mjög gráu svæði. En þetta yfirleitt notað forrit sem að hefur eitthvað url, aðgengilegt á vefnum og nýtir veftækni til að útbúa viðmót. Þannig að þetta hérna til dæmis ekki aðgengilegt á vefnum eins og þannig að ég myndi ekki segja að þetta væri vefforrit. En eins og þessi hérna aðgengileg á vefnum, hún notar vefstaðla og hún á sér url og allt á sér url, þannig að þetta fellur undir mismunandi skilgreiningar hvað vefforrit. En síðan vefforrit verandi vel ekki stúpid spurning, það eru engar stúpid spurningar, en HTML5 eða bara HTML. Við munum fara yfir þetta í næsta fyrirlestri, en þetta nefnilega alls ekki augljóst. En vafrar og veftækni rosalega vel skilgreint og búið að vera til núna í 30 ár, sem gerir það verkum að það búið að leysa rosalega mikið af flóknum verkefnum sem kemur að því að birta eitthvað útlit á skilgreindan hátt og alls konar útlit sem að þú veist ekki. Þegar einhver skrifar staðal, þá veit hann ekkert hvernig sá staðal mun nýtast eftir ár eða 2 ár, hvað þá 25 ár, sem þýðir að það alltaf stöðug framþróun á HTML, CSS og JavaScript. Og margir hafa nýtt þetta til þess að skrifa önnur forrit sem nýta þennan tæknistak. Og til dæmis Up, þannig að það hafa verið til mörg mismunandi svona framework sem að nýta JavaScript, HTML og CSS til þess að búa til Up og það sem kannski vinsælast React Native. Textaritlar skrifaðir margir hverjir í vef-forritum eða leikir. Til dæmis margir svona, ekki leikir til sjálfur, þetta svona start screen, svona, það sem þú veist með eitthvað svona UI, chat, þú ert að leita að leika eitthvað slags. Mörg af þeim skrifuð í vef-viðmóti. Þannig að það að læra vefforritinu og læra hana vel og læra hana frá grunninum ekki bara það að ég að fara að búa til einhverja vefsíðu sem segir halló heima, ég heiti Óli og velkomin á heimasvæði mitt og eitthvað. Heldur þetta í raun að opna rosalega stóran og mikinn heim og rosalega skemmtilegur. Vefforritin skemmtilegasta forritinu, finnst mér. En framendi, bara til að skilgreina þetta, framendi, oft front-end eða client-side, sá partur vefsins sem notendur sjá, þannig að núna ég notandi, ég að nota vafra og ég að sjá framendan sem þessi hérna túlkun og hann alltaf búinn til með HTML, CSS og JavaScript. Og þetta það sem við erum að fara að læra í vefforritinu 1. Og þetta margir, til að segja bara HTML og CSS, ég læri það bara yfir helgi,
síðan fer einhverju að viðkomandi að reyna að gera eitthvað að viti yfir helgi og kemst að CSS mun flóknara og mun kraftmeira og mun bara meira, þetta ótrúlega kraftmikið, reyndar ekki forritunarmál, þó svo að, þannig við munum svara þeirri spurningu sem ég betur seinna, en þetta rosalega sterkt mál til þess að búa til útlit og oft á tíðum getur manni fundist það mjög ólógískt. En síðan eru til líka þessi framework og libraries sem ég nefndi áðan og þetta þegar ég búinn að smíða eitthvað lítið og ég þarf meiri aga, ég að fara að búa til vef eins og Facebook eða Canvas eða Uglu eða Vísi.is og ég að fara að búa til eitthvað sem 20.000 manns munu nota, jafnvel tugir manns munu vinna í, bæði við það að forrita og vinna í þeim og ég vil ekki byrja á bara einhverju núllpunkt. Og þá kom inn þessi framework og libraries og þau hjálpa okkur við að smíða stærri og flóknari vefi og þá er allir þessi React, Angular eða Vue sem eru svona vinsælust þessa dagana. En þau eru ekki í fókusinu í þessu, við munum kannski nefna þau eitthvað til hliðar, en fyrir mér er það bara aðalatriði að þið lærið almennilega að á HTML, CSS og JavaScript og þá verður það í raun svona meira formsatriði að læra þetta. Af því þið vitið hvað liggur undir þessu. Af því öll þessi framework og öll þessi libraries sem notið eru í raun bara að abstrakta í burtu fyrir einhver svona verkefni sem að þið munu vita hvernig virka en eru bara ekki að eyða tíma í. Þetta er bara svona eins og að nota stærri tól en vita samt. Ég kann á hamar, en stundum þarf ég að nota eitthvað stærra. Síðan er backendin og það er þetta backend eða server side og þetta er sá partur vefsins sem er sendur yfir HTTP til framendans. Þannig að við höfum vefþjón og vefþjónninn er að skaffa HTML CSS í JavaScriptinu og þetta getur verið búið til dýnamískt með einhverju forriti sem við erum búin að skrifa. Þannig að við getum skrifað í backendunum okkar forrit sem getur verið skrifað í Java eða Python eða einhverju öðru og við getum skrifað það og látið það búa til HTML og búa til HTML út frá hvað klukkan er, út frá hvað notandaskráðurinn. Þannig búum við til flóknari forrit sem að halda utan eitthvað svona state. Þannig að það er eitthvað svona ég veit hver þú ert og ég get látið þig fá upplýsingar beðar af því. Og síðan er þetta full stack, eitthvað sem maður heyrir stundum, en það er þá notaðir forritar sem eru færir bæði í fram- og bakenda. Þannig að þú getur bæði forrita bakendan og framendan. Og það stendur þá yfirleitt að maður er þá að vinna með einhvern vefþjón, eitthvað forrit sem er búið að skrifa og einhverja gagnageymslu í bakendu þar að segja. Þannig að þetta er það sem að bakendina er yfirleitt að gera. Og þetta er eitthvað sem er líka farið yfir í Vefforritun 2 og þar lærum við allt þetta. Við lærum á einhver svona framenda library og við lærum að forrita vefþjóna og forrit sem tengjast við gagnagrunna og vefþjónustur og þess að þetta er búið til flóknari vefforrit. Já. Þannig að þetta er svona grunnurinn á þessu. Við erum með bakendan og framendan og þeir tala saman í gegnum HTTP. Þannig að við verðum í þessum parti í þessum kúrs, förum aðeins yfir í HTTP og svona snertum kannski aðeins á einhverjum bakendapælingum en aðalega hér. Já, svo er ég með, það er einhver fólk á netinu sem að tekur alltaf saman svona fyrir þetta hvað er, ef þú ert að byrja í dag að læra að verða front-end developer, hvað átt að læra og það er bara svona gott að hafa þetta til hliðar en það sem við erum í raun að fara að læra hérna er eiginlega allt það sem er tiltekið alla leið hingað. Við prófum hérna. Alla leið hingað. Vá. Þannig að þetta hérna fyrir neðan er svona aðeins meira flókið, kannski munum við kíkja á Progressive Web Apps sem er svona leiðir til að búa til vefi sem eru þá eins og upp, geta tengst myndavéljum eða ég veit ekki með þetta en geta tengst og fengið location, notifications, orientation, ég get borgað í gegnum það eitthvað svona og skemmtilegt en sjáum hvernig það gengur. Þannig að þið getið skoðið hérna til að sjá að svona hvað er framundan. Sjá, hvað er hérna við. Og síðan eins og ég sagði áðan, það er nákvæmlega ekkert að því að nýta sér vefinn þegar hann er föst. Ég gera það margoft á dag þegar ég gleymi einhverju af því að
bara eins og þetta í dag, þá man maður ekki allt og internetið er rosalega góður, svona second brain. Og ef þið viljið eyða smá tíma eða finnst þið ættu að kunna þetta eða ættu að skilja þetta, þá þú veist, endilega eyðið tíma í það, en ekki festast í einhverju holu og vera í marga daga að valkast með eitthvað verkefni. Heldur bara spyrjið þið getið spurt mig, spurt félaga, spurt á Slack og fáið smá hint og þá komumst við hraðar í gegnum þetta og það er ekkert verra en að einhver komi og sagði ég er búinn að eyða 2 mínútum í þetta, ég bara skil þetta ekki og þá var það bara út af því að það var einhver einn aukapunktur eða eitthvað örlítið sem bara viðkomandi yfirsást og bara búið að sökkva dögum í þetta sem að fara aldrei tilbaka. Bara þannig að ekki vera feiminn og þetta er náttúrulega sérstaklega mikilvægt núna. Já, þetta er linkurinn sem ég sendi. Þannig að, og það er að sama með mig, ég er líka að læra, sérstaklega að gera þetta svona remote, þannig að eitthvað sem mætti betur fara, þá með endilega láta mig vita. Ég tek engu persónulega, svo lengi sem þið formið það ekki á einhvern ljótan máta. Þannig að bara, ég er hérna fyrir ykkur og ég vil eiginlega allt fyrir ykkur gera, þannig að nýtið ykkur það. Ef það verður of mikið, þá læt ég ykkur vita og þá verð ég bara lengur að svara. Ef það er eitthvað sem ég taki eftir að þú veist, upptökurnar eru lélegar, það mætti vera betri eða lélegt hljóð eða eitthvað. Ég náttúrulega vissi ekki fyrir bara í seinustu viku að ég var að fara að kenna þetta remote og svo vissi ekki ég var að fara í sóttkví fyrir henni á fimmtudaginn. Þannig að ég, þú veist, veit ekki hvort ég ætti að fá mér eitthvað betri kameru eða betri mic eða eitthvað. Þannig að það er eitthvað sem ég er að skoða. En þið bara endilega, láttu mig vita. Og ef ég svara ykkur ekki strax, þá er ég ekki að gleyma ykkur, eða þá er ég að gleyma ykkur, það er ekki þegar ég er að ghosta ykkur, þannig að minni endilega á ykkur. Ég reyni að segja ykkur, já, ég skoða þetta þegar ég, þú veist, kemst í tölvuna eða þegar ég hef meiri tíma. Stundum bara tíni ég notificationum og eitthvað gerist, þannig að ekki vera feiminn við að íta á mig oftar en einu sinni. Og aftur, ég er hérna til að hjálpa ykkur. Þegar þið séð farið að leita ykkur hjálpar á netinu, þá mæli ég með Mozilla Developer Network, eða MDN, eða Stack Overflow. Það er yfirleitt þeir staðir sem þið finnið. En ég mæli ekki með W3 Schools, sem er svona SEO farm sem er með oft á tíðum ágætt svör, en oft á tíðum líka með ekki góð svör, jafnvel slæmsvör. Þannig þið munu fá, til dæmis ef þið eru að googla eitthvað tengt HTML, þá er það yfirleitt fyrstu, en það er rosalega gott að segja bara eins og MGN body element. Og þá fáum við hérna developer.mozilla.org, en ef við sleppum MGN, svona, ok, human body, HTML body element, þá fáum við hérna þetta, til dæmis, þetta er tæknilega sér vitlaust sem er í titlinum hérna. Þannig að þið munið örugglega fá svör við hlutunum ykkar en hérna ekki bestu svörin. Síðan hérna þetta sem ykkur voru að spyrja áðan, textaritlar, við náttúrulega munum nota þá að langmestu leyti til að gera allt sem við erum að fara að gera og þeir eru mjög einfaldir yfir í mjög flókna. Við erum svolítið með Notepad yfir í Vim en mjög best bara vera eitthvað á milli og ég nota Visual Studio Code. Þið getið sótt það hér, náttúrulega sé eftir því núna þegar ég er búinn að setja glærurnar inn. Ég var búinn að þessu næst, þannig að þá þurfum við ekki að giska, þá getið þið fylgst með, þannig að bara afsakið að ég hef ekki verið búinn að þessu fyrir. En ef þið googlið Visual Studio Code, þá farið hérna yfir á þetta. Sjá, ég get mér sér gert svona. Og þá getið þið sótt þetta fyrir ykkar stýrikerfi og þá fáið þið Visual Studio Code svona í hérna. Minn riðill er stilltur sérstaklega, þannig að ég get farið við það ef einhver vill, þá getið spurt mig hvernig ég er að setja ykkur hluti upp og svona. Það sem kannski helst er að ég er með svona leturgerð sem að býr til svona ligatures, sem þýðir að þetta er samansemmerki og stærrenmerki, en þegar það liggja saman þá verður til píla. Saman með minnen og stærren, þá verður það til svona, en ef ég stróka út þá er þetta í raun 2 karakterar. Sama með ýmislegt eins og 2 jafnómerki verða svona og 3 jafnómerki verða svona. Þannig að reyna að hafa þetta í huga. Já, bara léttar að lesa. Já. Já, ok. Þannig að það verður í raun svona fallegra og skemmtilegra að skoða, sérstaklega JavaScript kóða.
sem við munum sjá þegar við komum fyrir í það. Síðan getið líka farið og sett upp sem sagt plugins. Ég með eitthvað pluginum uppsettum, svo getið þið farið og þið getið leitað og það eru alls konar plugins sem að fólk hefur notað. Það eru til einhverjar HTML plugins, HTML snippets, alls konar hérna, þannig að það bara borgar sig að fikta og prófa og setja upp ritilinn, prófa hérna ef þið gerir sér satt á hérna Macintosh það hvað það hérna? Já, hérna, ég kann bara Command Palette, þannig að þið farið hérna í View og Command Palette sem er Shift Command P á Mac, þá fáið þið upp svo þetta hérna og þá getið þið fengið svona, þá þetta svona eins og lítið svona Command Line interface inn í ritlunum ykkar og þá getið til dæmis eins og hérna, getið þið skipt color þema, þannig að þá getið þið gert það bara hérna, nei, ég ætla bara að halda mig við þetta. Ég get vistað skjalið hérna, ég get skipt á milli, ég get gert alls konar. Síðan get ég hoppað á milli skjala, þannig að það er Command P hérna, þannig að ég er með önnur skjöl opin, þannig að ég get hoppað hérna yfir í eitthvað annað skjal, þá þarf ég ekki að muna, ég þarf ekki að fara hér í þetta og þetta hérna, já ok, þetta er skjalið sem ég ætla að vera. Ég get bara falið þetta hérna, þá get ég gert Command B, þá fel ég þetta, svo man ég bara eitthvað, já, það er hérna minnsta, þá er ég komið með þetta hérna og þá get ég byrjað að vinna í því, þá þarf ég ekki að muna hvernig þetta er. Þannig að það margborgar sig að svona læra helstu shortcutin á ritlinum sínum og það mun borga sig yfir mánuði og árið sem að þið muni hanga í þessum tólum. Síðan þegar við förum að vinna með efni þá eru stafasett eitthvað sem við þurfum að hafa í huga, en stafasett er í raun bara hvernig túlkum við eina einingu af staf í tölvum og ASCII var svo fyrsta stafasetti sem gerir það fyrir 7 bitum. Þannig að við erum með A og A er þá túlkað með 110001 í binary sem er 97 desimal. Og ef við skoðum hérna svona ASCII töflu þá getum við farið hérna 97, þá er hérna litla A er hérna desimal 97, hex 61, okt 141, það er A. En þetta er ASCII töfla sem nær upp í 127, frá 0 upp í 127, 128 gildi, veldað tveimur. En augljóslega vantar til dæmis alla íslenska stafi og alls konar dótarnir. Þannig að við munum nota UTF-8 sem er stafasett sem að kóðar í alltaf 4 bætum stafi og tákn og þá er alla stafi í öllum tungumálum heimsins. Þannig að það er síðan hannað til að vinna með ASCII, þannig að við opnum ASCII-skjal með UTF-8, þá virkar það. En þetta notar Unicode og Unicode er staðall fyrir bara leturgerðir, eða fyrir letur og er með vel skilgreind hvernig öll tungumál. Japanskt kanji er með einhver ákveðna blokkin í Unicode, emoji er með einhver ákveðna blokkin í Unicode og þetta sér í raun að kóða þetta. Og svona töff partur af því síðan hvernig Unicode er notað og hvernig UTF-8 encodar eitthvað. Þannig að við búum hérna til nýtt skjal og stækkum aðeins. Og nú er ég að makka, ef við erum að makka þá get ég gert Command Alt Space, nei, vitlaust, Command Control Space. Þá fáum við emoji pickerinn, þannig að við getum valið hérna fjölskyldu, family with mother, father and 2 daughters, allt mjög cis-normatíft. Og við erum með þetta hérna, en núna ætlum ég að ýta á backspace. Þá eyði ég bara einhverjum úr fjölskyldunni, þannig að núna er þetta bara maður og kona sem eiga eina dóttur. Og núna eyði ég einhverju meiru, svo eyði ég þessu og þá er alltaf stend ég eftir með mann og konu. Svo stend ég eftir með mann, af því að auðvitað er maðurinn alltaf á toppnum. Og síðan eyði ég manninum. Þannig að þarna er í raun verið að blanda saman 4 táknum, sem er maður, kona, barn og barn, til þess að mynda 1 tákn. Og þetta getur maður lent í, til dæmis ef við förum hérna, sem við ættum að skoða nánar, sem er Developer Tools í vafranum okkar. Þá getum við farið hérna í Console og þar erum við með JavaScript tool, þannig að ég get gert þetta 1+1, þá er ég komið með þetta hérna. En ég get líka gert þetta sama hér og paste þessu hérna, en þá fæ ég í raun öll táknin hvernig þau myndast saman. Ég fæ ekki jafnt, ég fæ ekki fjölskylduna sjálfa, ég fæ bara öll táknin. Þannig að þetta er ekki 4 stafir, þetta eru í raun, þetta eru ekki 1 stafur, þetta eru 4 stafir sem við blanda saman á einhvern ákveðinn hátt. Þannig að UTF-8 er það sem við notum.
Ef við lendum í að fá upp einhverjum svona brenglaða stafi, þá erum við í raun að vista stafasettið í öðru stafasettið en við erum að birta það á vefnum okkar eða öfugt. Og textaritun okkar sýnir alltaf í hvaða stafasetti skjalið okkar og leyfir okkur að beita því. Þannig ef ég fer hérna í Visual Studio Code, þá er ég hérna að nota UTF-8 sem er sjálfgefið í þessu. Ef ég ýti á það, þá get ég valið yfir eitthvað annað. Ég get valið hérna til dæmis í ISO 88591 sem var lengi vel notað og núna er ég ekki lengur að nota en ég samt fæ íslenska stafi og svona en hvernig þeir eru kóðaðir niður í skjalið sjálft er öðruvísi. Þannig að bitarnir sem eru skrifaðir á harðadiski minn eru öðruvísi eftir því hvaða stafasett ég er með þó svo að birtingin fyrir mig sé svo sama. Ok, þannig að núna erum við búin að sækja okkur testaritil, við erum búin að opna hann og við erum með eitthvað skjal. Þannig að núna getum við bara tekið þetta hérna og við getum sagt bara eitthvað, ok, ég ætla bara út frá þessu að búa til fyrsta vefinn minn. Og þá ætla ég að vista þetta sem eitthvað HTML sem að læta þá vafran túlka. Við erum alveg að renna út á tíma en drífum okkur í gegnum þetta. Þannig að nú ætla ég að gera hérna H1 sem að þýðir þetta fyrir svo 1. Þannig að núna er ég ennþá bara í einhverju untitled skjali og þetta er einhver plain text. En núna svo bæði get ég gert þetta hérna, ég get ýtt á þetta og ég get sagt HTML og þá fæ ég svona syntax highlighting, þannig að þá sjáum við að þetta er litað út af því að þetta er element. Þá fæ ég hérna, the H1 element represents a section heading. Svo ætla ég bara að vista skjalið og ég ætla að fara bara á desktopin minn hérna og ég ætla að vista þetta sem index.html og þá fá ég hérna, þetta er komið á einhvern stað hérna. Síðan ætla ég að fara yfir í vafran, ég ætla að opna bara nýjan tab hérna, ég ætla að kíkja svona, fer hérna, tek indexskjalið mitt og hoppa aftur yfir í vafran, dreg það hingað og þá er ég komið með fyrsta vefinn minn sem er þetta hérna skrifað. Þetta er feitletrað, þannig ef ég skrifa eitthvað hérna fyrir neðan, þá kemur það hérna og það er ekki feitletrað. Þetta er feitletrað því að þetta er staðlaða birtingin á H1 elementinu í vafranum. En þetta er nú allt gott og blessað, en hvað ef ég vildi núna koma þessu eitthvað annað? Ég vil koma þessu eitthvað út á vefinn og ég vil skrifa eitthvað fallegt og ég vil leyfa heiminum að njóta minna skrifa. Þá þurfum við einhvern veginn að koma þessu yfir á verðsjón, einhver sem kann að túlka þetta milli. Þegar við sjáum hérna, þetta er eitthvað bara file, you are viewing a local or shared file. Þannig að við erum með file t.users sem þýðir að þetta er ekki að nota HTTP, þetta er bara að opna skjal á tölvunni minni. Og það sem við þurfum þá, og þið hafið aðgang að, er FTP-svæði, eða FTP-aðgangur inn á heimasvæðið ykkar hjá RHI sem að leyfir ykkur að vista skjöl og setja raun upp á ykkar eigin vef hjá RHI. Þannig að þá opnum við með FTP skráarkerfi vefþjónsins og getum fært þetta milli. Þannig að hérna getið þið lesið nánar hvernig þið gerir þetta hjá RHI. Það sem þið þurfið þá að gera er að sækja FTP client og þar mæli ég með CyberDuck en RHI til dæmis mæli með FileZilla. En FileZilla, sem sagt, það varð einhver vondur, einhverjum var boðið mikill peningur eða eitthvað og frá með 2018 hefur FileZilla verið að böndla með einhverjum spyware hugbúnaði. Þannig að það er ekki mælt með að nota FileZilla í dag. Ok, þannig að þetta er lokin hérna, þannig að núna bara seinustu mínútuna sem ég hef. Þá ætla ég að opna CyberDuck, þetta er líka miklu flottara logo og nafn en FileZilla. Sammála. Þannig að núna fáum við þetta hér. Hún er að tengjast aftur, þetta gerum bara allow og gerum, ég var reynda bara að byrja að nota þetta í fyrradag, þannig að núna ætla ég að segja open connection og þá þarf ég að segja hérna það sem við þurfum að opna inn á er rhi.hi.is, ég get ekki stækkað þetta, þannig að afsakið hvað þetta er lítið. Serverinn er rhi.hi.is, usernameið er sem sagt, usernameið ykkar bara inn á háskólanetið og passwordið það sama. Og þið verðið að velja hérna SFTP sem er yfir þá encryptuð dulkóðuð samskipti og svo ger ég connect
Þannig að klukkan mín að pípa þegar ég er komin á tíma. Nei, fyrir ekki, það er ekki. Það er hekla.rhi.is. Þá fáum við þetta hérna, þannig hún er bara að segja þetta er dulkóðunin, hún veit ekki hvað þetta er, en við treystum bara HI, segjum að lág. Hérna er sett, frá því að ég var í námi, hérna er skjöl frá því 2006 og eitthvað, en það sem við þurfum að gera er að segja view, show hidden files, þá birtast sem sagt fullt af rosalega óskýrum skrám hérna, en ein af þeim öppum er public HTML. Sú mappa mappast yfir á almenna aðgengilega vefsvæði hjá RHI, þannig við opnum það og ég ætla að gera hérna og ég ætla að búa til folder sem heitir bara test. Ég fer inn í hann, ég ætla að búa til nýja skrá sem heitir index.html. Ég ætla að gera hægri smella og ég ætla að gera edit file einhvers staðar. Edit with Visual Studio Code. Þá fæ ég það upp hérna sem eitthvað temporary skjal, en ég ætla ekki að gera það, ég ætla bara að færa þetta hérna skjal yfir. Þannig að nú hvarf local-gaurinn minn hérna. Ok, sjá, bókum þessu. Svona, gerum aftur svona. Færum þetta hérna, allow og við ætlum að yfirskrifa. Þannig að þetta er komið hérna, þannig að við erum búin að uploada þessu. Þannig að þá er ég hérna með public HTML test index HTML. Þannig að við fer núna hér, fer inn á rhi.hi.is/tilda/1/test. Þá fannst þetta ekki, þá er þetta svona OSK1. Þessu er yfirleitt breytt. Notendur.hi.is/OSK1/test. Þannig að hér fáum við þetta, en nú erum við í vandræðum. Nú erum við að fá brenglaða texta. Og þetta er út af því að við erum ekki að skilgreina hérna í hvaða stafasetti þetta á að birtast. Við erum að vista þetta í UTF-8. En vefþjónninn sem er hérna bakvið er að gera ráð fyrir því að þetta sé sent sem ISO 88591. Þannig að ef við förum núna hér og save with encoding, svona, vistum þetta. Þetta er nokkað, ég verður að komast það á eftir af hverju hvert blikkinn minn fór. Svona, allow, continue. Og ég reloada núna, þá fæ ég sett stafina mína rétt. Þannig núna er bæði vefþjónninn og skjalið vistað sem ISO 88591. En hins vegar þetta er ekki það sem við ætlum að gera, heldur að þú nota UTF-8 og það gerum við núna næst þegar við höldum áfram. En tökum núna